Velkomnir í handboltakvöld, þar sem við ætlum að venju hér að fara yfir íslenska boltan. Tvær síðustu umferðir Ólísdeildar karla. Aðeins línur farnar að skýrast. Komið á hreint hverjir það eru falla og hverjir halda sig í deildinni. Ennþá svona spenna kannski heimaleikjarétt og annað. Í þennan þátt Sigurjón Friðbjörn, Andri Gunnlaugsson, velkomnir. Þið ætlaði að fara vel yfir þetta með okkur. Reynum. Herðu, það er að nóg að taka. Við ætlum að byrja kannski svolítið við ætlum að byrja bara á IBVF-liðinu. Já. Sem að margir tala að sé að leika og sé búin að vera bara í alla vetur undir pari. Eru þeir undir pari? Ekki eftir 26 leiki, eru liðið ennþá að spila undir pari eftir 26 leiki? Þetta ekki bara að geta þeirra í vetur? Við getum talað undir pari svona fram eftir móti, sko, en það er einn leikur eftir í mótunum. Lið getur ekki verið að spila undir pari eftir 26 leiki, það bara getan ekki meir í dag. Þessi síðasti leikur sem þeir eiga eftir að spila á mótunu er hreinn úrslitaleikur. Hvort endi í 3. eða 4. sæti? Já. Er það viðunandi árangur hjá liðinu að enda í, segjum það náðu í 3. sætinu? Eftir Haugum og eftir Val? Já, fyrir því að þið verða Íslandsmeistarar, þá kannski fyrirgefa fólk að þeir lendi í 3. sæti, ég veit það ekki. Ég held að þetta sé bara, þetta er þeirra geta í dag, menn geta alltaf talað einhverja sem hafa verið að spila þess undir getu eða yfir getu, en þeir eru bara, tölunar ljú ekkert, sko, þeir bæði hvað þeir hafa getað og hvernig úrslitleikja hafa farið fram. En þetta er eini úrslitaleikurinn sem er í seinustu umferð. Það er heimaleikjaréttur á milli Aftureldingar og IBVF. Þeir finnst manni fara ekkert mjög vel nestaðir inn í þann úrslitaleik tapandi á sínum eigin heimavelli á móti liðinu sem að féll á deildinni í Víking. Við tökum síðasta leik þeirra og töpuðu bara. Þetta var bara sanngjarnt hjá Víkingum að taka 2 púnta þarna. Já, klárlega, og líka bara þeir eru að fá alveg slatta mörkum á sig, 35-31, sko, 35 mörk á sig, það er ekkert sérstætt, sko. 30 mútið Val, það er, ég held að skellurinn fyrir þá var þessi Víkingsleikur. Ég er alveg sannfærður það að það hefur verið tekinn helvíti góður hárblásari eftir leik inn í klefa, sko, menn hafa ekki verið sáttir við hvern annan, sko. Arnar hefur svo sem ekkert mikið tjási IBVF-liðið í fjölmiðlum eða ekkert svona, hann er náttúrulega að glíma við meiðsli. Hann er að glíma við að Agnar Smári, eins og hann segir ennþá í dag, sé ekki tilbúinn í deildina. Hann sé bara ekki tilbúinn, hann eigi eftir að koma inn. Já, hvað? Hvað tekur það svona, nú eru þið báðir þjálfarar og þú leikmaður fyrir ekkert svo lengur síðan. Hvað tekur það langan tíma fyrir Agnar Smára að vera bara fullgildur í Ólísdeild karla? Ég veit ekki hvað kallast að vera fullgildur. Hann er búinn að skora 8 mörk og hann er búinn að salli mörkunum fyrir þá. Ég meina kannski eitthvað upp á leikformi að gera, kannski seinni hluta leikjana, þá er hann kannski að fara að síga á hann, en ég meina hann er búinn að tryggja hann stig á síðustu mínútunum, til dæmis á móti IR. Þannig ég held að ég bara veit ekki hversu mikið klárra hann á að vera. Addi er náttúrulega bara að taka smá pressa á honum. Ég held það líka. Ég held að sé svolítið þannig, ég meina menn er alltaf að tefla í þessu og nú eru menn farnir að hugsa úrslitakeppnina, það er alveg klárt. Menn eru farnir að setja upp skákborðið fyrir úrslitakeppni. Og góður þjálfari tekur pressu af leikmönnum. Ef hann telur að leikmaður sé ekki að höndla pressuna, þá tekur við pressuna af leikmannum í augnablik, leyfa honum að anda. Og ég held að hann sé bara að gera allt sem hann getur til þess að við vitum að ekki matchvinner, við vitum að hann getur gert stóra hluti. Við höfum séð það hjá IBVF áður hann fór út og hann verður klár þegar verður komið í úrslitakeppnina. Við erum ekkert að efast það. Við ræddum við Arnar eftir þennan leik á móti Víkingur sem að ég held að flestu komum óvart að þeir hafi tapað, eins og sé, þetta samharandi. Heyrum hvað Arnar segir. Við erum í bullandi vesenni með
með meiðsli og annað og það er kannski ákveðin ásökun en ekki fyrir þessu varnarleysi í dag, það bara ekki þannig. Það bara að ég held bullandi vanmat í gangi og ég tek það bara á mig. Ég hef náð mönnum niður og gera mönnum grein fyrir því að hér værum við að mæta alvöru liði sem að engu að tappa og nautast bara að spila á móti okkur þetta. Hvað þurfum að gera fyrir úrslitakeppnina? Við þurfum að halda áfram að spila eins og við spiluðum Akureyri, varnarleikinn þar og þá erum svo sem allir við færir og það er engin heimsendi og við tapum þessu. Við erum ennþá í bjöllandi sens að ná 3. sætinu. Við erum að vinna afturöldingu eftir viku og við förum í nefnilega skoðan þetta slæma tap og gerum betur í næsta leik. Takk fyrir. Förum í nafnlega skoðun, gerum betur í næsta leik. Já, ég held eins og ég segi tölfræði líður ekki og staðan svo hérna hjá þeim það að þeir eru með ekki nema 7. sæti hvað var það varnarleik í vetur sóknarlega eru í öðru sæti þannig að allt tala að menn sé ekki að skora nóg eða eitthvað það bara ekki rétt hjá þeim í þeirra tilviki þeir þurfa menn voru að tala það að þeir eru Íslandsmeistaranlega þá hefðu hinn víðfræga IBF vörn og eitthvað slíkt að þá var miklu meiri vinnu sem í vörninni að þeim. Nú þeir bara í 7. sæti varnarlega séð og það held ég að gamli varnarjaslinn sé ekki kátu með og það það sem maður þarf að laga ef þeir ætla að sér eitthvað í úrslitakeppninni. Já, maður líka spyr sig að því að þegar þeir fóru þarna upp þá voru kannski menn með hlutverki sína skýrar heldur en núna. Þess Kári til dæmis ekki alveg vera hann ekki sami svona varnarmaðurinn og þeir voru með þeir urðu Íslandsmeistarar. Hvað var það skilningin á þessari vörn því hún svolítið flókin og þetta klárlega vandamálið og maður spyr sig hvort þeir ættu kannski bara að reyna með eitthvað annað hvort að það sé komið tími, veit það ekki var það ekki komið óvart já, var það ekki eitthvað sem er bara óstutt í að fara að gera rétt fyrir eins og segir úrslitakeppni það sem að já, ég veit það ekki, mér veist bara liðin bara ég hef nú séð IR spila móti IBF og svona og ég held að liðin sé bara fann að leysa þetta miklu betur. Þetta ekkert að koma óvart lengur. Það allir tilbúinir fyrir þetta núna. Það náttúrulega heimaleikur, heimavöllur þeirra hefur ekki verið að gefa en hann kannski breytist svolítið í úrslitakeppninni þegar fyllist þetta af einhverjum hvítum riddurum og svona eins og við þekkjum það þegar allt undir. Þá fyllist kofinn og eigin tæmist upp á land. Jú, eru kannski bara svolítið að bíða eftir því, þessari stemmingu sem þeir verða að fá líka með liðinu? Það getur vel verið, stemmingin hjálpar en ef þú ert ekki tilbúin í leikinn þá alveg sama hvað mikið stemming upp í stúku hún vinnur ekki leikina fyrir þig en hún hjálpar þér á erfiðum stundum en ég held að þeir eigi eftir að koma alveg tilbúinir í úrslitakeppnina ég hef ekki trú öðru heldur en að menn bara vinni og lægi aðeins hlutina eins og Sjón að segja þeir getur breytt aðeins varnar tilfærslum hjá sér og það breytir svo miklu hvort þú ert að fá á þig 24 mörk eða 26 mörk í leik það skiptir svo miklu máli Klárlega. Þú veist þetta og þetta þeir að fá að sé að meðaltali 26 mörk í leik og að skora meðaltali 26 mörk í leik eftir heilt sísón og þá verða menn að hugsa hvað ger ég því að í úrslitakeppni þá verður ekkert hugsað hvort við vinnum með 1 eða 10 það bara að vinna leikina það er nóg Ef við förum aðeins yfir í Val sem að vinnur IBF mitt þarna í fyrirumferðinni næst síðustu umferð það er svolítið langt síðan Valur bara reynilega bara festi sér annarsætið og þeir eru bara búin að vera að bíða eftir að úrslitakeppnin byrji eða maður getur reiknað þannig út þeir eru bara já, eins og ég segi, það er langt síðan þeir tryggðu sér annarsætið og það er raun og veru ekkert sem getur gerst þó þeir floppi í síðustu leikjunum nema bara moralslega. Nei, ég hef nú enga trú á því að þeir sé að bíða eftir úrslitakeppninni það er alltaf miklu keppnismenn til þess ég held að menn með alla þessa reynslu þarna þá eru menn ekkert ánægðir ef þeir fara í lélega leiki eins og senstu leikur á móti Fram ég ekkert viss að leikmenn eða Óskar Bjarni hafi verið mjög kátur eftir þann leik Höfum við ekki bara akkurat verið að sjá þessa leiki svona hjá þeim þeir hafa verið halin kannski stig þeir ekki búin að vera að tapa einhverju taprinu en þeir hafa bara ekki verið að spila finnst manni eitthvað samfærandi með við það að þetta liði sem að sagt að
eigi einn af stærstu sjensunum að verða Íslandsmeistari og náttúrulega nýkrýndi bikarmeistari. Mér finnst bikarleikinir hjá þeim alveg frábærir. Það eru örugglega bestu leikinir í vetur, held ég. Svona af því sem ég hef séð og ég held að þeir séu, þó þessi framleikur hafi kannski ekkert verið einn sérstakur, ég held að þeir séu að toppa svolítið á réttum tíma, sko. Ég held að þeir verði flottir í úrslitakeppninni, sko. Það er mín skoðun. Ja, ég alveg samfæður, ég held að þeir farir mjög langt þennan veturinn, sko. Ég held að þeir séu búin að skilgreina sig alveg og það eru 2 lið standa framar en öll önnur lið í vetur, sko. Og sem eru alveg með alla vinnuferla miklu betur skilgreinda finnst mér heldur en önnur lið. Það eru þessi 2 efstu, sko. Hugmyndafræðin bara svo mikið á hreinu hjá Haukum og Val, sko. Já, við erum að horfa á til þess með Valsmenn, sko, ég meina þeir að fá ekki á sig 23 mörk að meðaltali leik. Þeir hafa notað bara 2 markmenn í allan vetur. Það er svona skilgreiningarnir og vinnubröðin eru alveg á kristaltæru. Óskar Bjarni kann þetta alveg upp á 10 og er með flott teimi í kringu sig og þannig að þeir fara langt þennan veturinn. Talandi Óskar Bjarna, við heyrðum í honum eftir síðasta leik þar sem að var einmitt þeir vinna Fram með 1 marki. Ósanngjarnt, ef ekki að segja það þannig. Já, Óskar Bjarni sagði það bara í þessu viðtali sem við tókum ítalegt við hann að hann hefði ekkert átt skilið 2 stig úr þessu leik, sko. Það viðurkenndi það bara. Nei. Heyrum aðeins í Óskar Bjarni eftir fram. Leikur liðsins búinn að vera nógu heilsteyptur á þínu mati sem í undanförnum leikjum? Manni finnst þér að vera svona... Það er bara svona annarkvæð leikur, við ákváðum að gera það þannig. Hvíla okkur aðeins og koma sterkinn inn í úrslitakeppnina. Spila útileikinn af krafti og rúlla liðinu bara vel og koma allir heilir inn. Það er okkar dæmi. Á ég að trúa því? Já. Þannig að við séum bara hvað gerist, við sjáum bara... Nei, ég sjálfsögðu að þetta aldrei ætlunin og við höfum spilað útileikina frábærlega, afturhaldið IPF, svo höfum við dottuð niður og svona einhvern veginn bara ekki alveg fundið gírinn hérna í leikjónum og svona, sko. Það er bara frábært að vinna í dag af því að við vorum svona komið svona stress í okkur þegar þetta myndir eftir og svona. Þannig að kom sigur hugsunin aftur og sigur viljinn og yfirhöfun og landa sigri er bara fá lið úr því sem komið var sem gera það nema svona topplið. Það var komið stress í mannskapinn, segir hann og þessi sigur, þó hann hafi ekki verið samfærandi, hann var rosalega feginn að fá loksins sigur, eða fá bara sigur úr þessum á heimavelli. Já, svo má ekkert gleyma því að sko, þessi leikir eru derbyleikir. Fram, Valur Fram. Þetta eru svolítið öðruvísi leikir heldur margir aðrir. Það er svona nett hatur á milli þessara liða, bara í gegnum söguna og það er bara, menn vilja ekki tapa þessu leik og þú veist, hann er auðvitað og Óskar Bjarni það mikið keppnismaður að hann feginn, hann vill vinna. Við viljum allir vinna þegar við mætum í leikina og leikur er svona sem þróast er í lélugu leikur. Tölfræðilega séð þessi leikur bara mjög slakur með flest aðra leiki í vetur, sko. Ég meina Valsmenn 23 mörk skoruð. Ég meina það er bara, þeir eru ekki sáttir við það. En er þetta ekki líka bara þannig, ég meina þetta er svona játn leikur og Valsmenn kannski svona á meira rönni og framararnir kannski ekki alveg með sjálfstraustið í botni, sko. Er þetta ekki bara típist að þetta endi þá á Vals megin, eins og við kannski geta sagt með önnur lið í vetur, Víking eða IR eða whatever, sjálfstraustið lágt og jöfnum leikjum þá bara tapa þér. Samanlega. Er þetta ekki bara svoleiðis? Já, sjálfstrausti hjá framörum, það eins og ég segi, það hlýtur að vera svona í lægstu hæðum þó að, já, einhvern veginn samt, sko, tala þjálfari liðsins eins og undanförnum leikjum, eins og sé bara allt í himna lagi, sko. Þeir eru að berjast, þeir eru að leggja sér fram og allt vissulega, og bara mjög góður handbolti sem þeir eru að sýna einhver síður þrátt fyrir stigaleysi, sko. En innst inni, sko, þetta er þarna innst inni sem að litla skrúan sem er að segja, kannski ég tapi, stressskrúan, sko. Þú tekur rangar ákvarðanir á röngum mómentum vegna þess að þú ert ekki í réttu jafnvæginu í leikjum, sko. En hjá Vali held ég að ef við klárum að ræða Valsararnar, sko, að Ómar Ingi þarf
að vonandi að vera bara heill í það sem eftir hann búinn að spila hann fyrir út af í þessum leik meiddur, kemur ekkert meira við sögu við fáum ekki fengið meira upplýsingar það hvað að en einhver tognun átti sér stað og tognanir eru oft slæmar já, ég meina hann búinn að spila 16 af 26 leikjum samt sem áður hann með 12% af mörkum liðsins í vetur það stórt framlag miðað við leikjafjöldan og þeir þurfa á honum að halda í úrslitakeppninni ef þeir ætla að fara eitthvað langt við vitum það að í úrslitakeppninni verður að hafa alla þína bestu menn klára þetta líka bara gefur svo mikla víta að hafa Geir Guðmund sem kannski meira svona kraftplayer og meira svona bombari þótt að Ómar sé kannski líka að skora mikið Ómar bara, þú veist, með hennar leikskilningu þeir eru algjörlega svart og hvítt svo gott að geta haft þetta upp í erminu að geta skipt ef eitthvað ekki að ganga eða þarf eitthvað öðruvísi Orri er náttúrulega orðin heill og er náttúrulega að spila línuna sem að náttúrulega sturla sig Magnússon sem gerir sigurmarkið í þessum leik ekki margar mínútur sem hann fær en hann nýtir þær hann að nýta þær mjög vel hann að koma sterkur inn í leikjum en þeir eru með fína breytt og vonandi verða bara allir heilir hjá þeim og við viljum náttúrulega sem handboltanundur að liðin sem fara í úrslitakeppni séu með alla sína toppleikmenn klára það er það sem við viljum Framarar svo sem mistu ekkit af neinu þrátt fyrir tap í þessu leik en þeir eru núna í 7. sæti bara geta farið niður í 8. en mista því að geta rétt á kútnum þú vilt fara rétt á kútnum þú vilt fara á einhverju svona eins og allir segja á einhverju rönni, sigurrönni ég með einhverja gleði inn í úrslitakeppnina Framarar gera það aldrei þó þeir vinni eina leik á Akureyri þeir hljóta að vera þeir hlýtur að sitja í þeim einn leikur bara nóg til þess að það hjálpar þér sjálfsögðu það hjálpar þér að fara inn í svona kemur smá hlé og það hjálpar þér að vera réttu megin þegar þú ferð inn í æfingaperjódu fyrir úrslitakeppni að geta sannfært sjálfa að við erum á réttu leið ég menna þeir eru búin að vera að glíma við meiðsli í Framararnir svolítið og svo bara mörgunum lið en hópur hjá þeim er ekkert mjög stór við erum að þú veist þannig að þeir verða að hafa sína leikmenn heila og sá leikmann sem búin að sterkastur hjá þeim kom til þeirra fyrir veturinn og búin að koma mjög vel út og aðri leikmenn hafa kannski ekki alveg verið að skila nógu eftir áramót ég meina Fram voru á rönni fyrir áramót eftir áramót fastir í 3. sætinu og allt í topplagi við erum með Togga Þorgrím hann er búin að skora 109 mörk fyrir þá og er greinlega búin að vera sóknarlega þeirra sterkasti maður í vetur líka bara búin að vera frábæð varnarlega líka mjög við vitum alveg hvað hann getur varnarlega en ég ánæði fyrir hans sönd hvað hann hefur rétt úr sér sem sóknarmaður í vetur Erum aðeins hvernig Gulli metur stöðuna fyrir síðasta leik Sérðu batamarki, það er náttúrulega rosalega keppni framöndan náttúrulega þó kannski síðasti leikurinn skipti kannski ekki öllu máli en þér í úrslitakeppnina verðið í henni verðið ekki að fá stig á nú byrjar Jú, ekki að stefna það, við ætlum að taka stig hérna í dag og við framlæðum alltaf inn í leikinu var þannig við áttum að taka stig út í leik og við vinnum bara næsta leik og förum svo nýjum úrslitakeppnina og þetta er eitthvað sem við erum að byggja á, við erum búin að vinna í þessum hlutum og mér fannst við sína bara svolítið okkar rétt andlit í þessum leik og en ég er bara fullur bjartsýni þegar framandi. Þú ætlar að vinna næsta leik? Já. Takk. Hann ætlar að vinna næsta leik. Hann er búinn að lofa því. Það er leikur við Akureyri. Það sem að hann fyrir norður. Já, hann náttúrulega alltaf sér ekki norður sem Akureyringur og tapar. Skárra væri það að bjóstu við því að myndi segja í viðtalum við þig jú, auðvitað fer ég norður og gef 2 stig. Hann myndi gera það fyrir Akureyri alveg. Ef hann hefði efn á því, þá myndi gera það. Nei. Honum þykir það vænt Akureyringa. Gull er svo allir í þessu eru bara til þess að vinna og menn eru með þvílíkt keppniskap. Þetta er svona úrslitaleikur fyrir hann, eða úrslitaleikur, þetta er bara þarna geta haft menn sætaskipti spurning hvort að Fram eða Valur Fram eða Akureyri lendi í 7. sætinu. Skiptir ekki höfuðmáli? Eða hvort þið fáið þá Val eða Hauka? Ég veit ekki alveg, ég ger mér ekki grein fyrir vill Fram fara að byrja í úrslitakeppnina á Hlíðarenda? Tæplega. Ég held að bara
það skipti ekki raun og öllu máli nema bara að þér líður betur að vera sætinu ofar. Þetta er svolítið sálrænt og þetta er bara fyrir því sem keppnismann, þú ferð alltaf að vera inn í tölurnar og segir, jú, heyrðu, ég var betur en Akureyri í vetur. Já, líka bara umfjöldinu sé jákvæðir, klára kannski tímabil á sigri og þá kannski hætta allir fjölmiðlar að ræða hversu miklu taprinu þú ert á og veist, það eru svona allt bara einhvern veginn léttara sko. 10. des, síðasti sigurleikur. Já, nákvæmlega. 51.is Heimavöllur handboltans. BK kjúklingur. Því að hollt er gott. BK kjúklingur. Grensásvegi. Lið sem að verður ekki í úrslitakeppninni og verður ekki ólíkt til karla næsta ári IR. Það kom ljós fyrir 2 umferðum síðan. Þeir eru fallnir. Loksins svona í þar síðustu umferð tölfræðilega staðfest. Þeir voru búin að vera að berjast við það. Þetta væri möguleiki og voru búin að berjast rosalega hetjulega fannst manni. Þetta var svona eins og F-liðið, það kom einhvern veginn svona bara algjör viðsnúningur nema að þeir fá ekki stig eins og F. En lítið sem við getum sett út á leik í þetta í síðustu 3-4 leikjum. Við getum alltaf ekki sett út á framlegið. Leikmenn voru að leggja sig alltaf fram og ég held að sé ekki þetta sakast við framlegið eða effortið eða eitthvað svoleiðis sko. Nei. En bara því miður, þá var þetta svolítið langt þarna rönn sem að þeir tóku á þess að sækja mikið af stigum sko. Byrjuðu náttúrulega bara á einhverju 5-0 kafla í deildinni, í sigur. Já. Já, við vinnum fyrstu 4 held ég. Já, 4, já. Og svo kom næsti sigurleikur 10 leikjum seinna eða eitthvað. Þú ert búin að vera að horfa á þetta í mörg ár, er þetta sanngjarnt? Það er aldrei sanngjarnt í þessu, sérstaklega ekki í grófi sjónla. Þú ert við hliðið á svona. Svolítið íringar sko, ég vil til ég öðruvísi ból núna en ég vil horfa á þetta sem heildarframlag liðsins í vetur. Sóknarlega þeir að spila mjög vel. Þeir eru fyrir áramót. Já, fyrir áramót reyndar en samt sem þeir að skora, þeir í 3. sæti yfir skoruð mörk en varnarlega eru þeir bara skelfilegir sko. Þeir eru í 10. sæti. Já, en sko sóknarlega fyrir jól, en sérst í jólapásunni, þá voru þeir í 1. sæti að skoruð mörk. Þeir skoruðu bara 30 pluss mörk í leik, en þeir voru að fá meira á sig. Og ég held að það hefði verið í síðasta sæti þar og það er, skorið er búið að lækka, þeir skora færri mörk en þeir eru ekki að skora nóg mörk til þess að kannski til að vega upp á móti varnarleiknum sko. Þeir eru að fá á sig 27 mörk að meðaltali leik sko. Svo þetta náttúrulega svona stóri póstar út ef við tökum bara til dæmis eins og Bjarnar Fritz sem að yfirgefur hægra hornið Já, hann er seint talinn kannski besti varnarmaður deildarinnar? Nei, en svona nauðsynlegt kannski að hafa, hann hefði maður kannski haldið inn á vellinum bara með reynsluna og í þessu leiki sem allir voru svona jafnir að geta kannski tekið svolítið stjórnina og róa niður eða? Jú, það má vel vera, ég held að þetta sé alltaf bara, við verðum bara að horfast í augu við það að sko þú lið sem færa á sig þetta mörg hvort sem það sé í hreinum varnarleik eða í hraðuplöpum, það er í vandræðum. Það er bara það segir, sko þetta eru liðins 2 þarna neðstu liðin tölfræðin segir okkur það bara varnarlega hafa þau ekki verið nógu góð og IR hefur bara verið slakt varnarlega. Þetta er líka að segja þetta eins og með IBVF, ég menna þeir eru í vandræðum varnarlega og þeir eru kannski tölvert betur mannaðir heldur en IR og mun, ég menna þetta líður ekkert, þeir eru bara ekki að Nei, ég held að það svo kemur að því hvað ertu með að mannskap, ég meina við erum með hjá IR vantar aðeins meira inn í þetta, það er alveg ljóst sko, ég meina og ég held aðalega það sem þeim hefur vantað er leiðtogi varnarlega þeim hefur vantað að finna stabiliseringu varnarlega með eitt svona efnilegasta varnarmann deildarinnar svona mínum að eins og Aron Ægir? Jú, hann náttúrulega meiddist og var frá í einhver tíma og en eins og ég segi þetta er kunst og þeim hefur ekki tekist að finna þeir eru ekki þeir rytma bara rytman, þeir eru alveg jafn góðu standi og svo öllunum líðu, maður sér það að þeir keyra mikið og mikil vinnusemi en þetta er bara svolítið erfitt sko. Ef við klárum þá aðeins, Sigurjón, hvernig sérðu IR vera í fyrstu deildinni? Ég ætla bara að vona, aldrei bara öllum leikmönnum sem að
Ég held að sé alveg bara raunlega möguleiki. Það eru rosalega ungir, efnilegi strákar. Má ekki búast við því að lið reyna að kroppa í þá? Ég held að þær haldi bara öllu sínum og fari bara beint upp og taki stjörnuna á þetta sko. Og þeir mæta bara árin eldri þessi strákar og þeir eru bara ógeðslega flottir eftir ár sko. Sama þjálfarateymi og allt í stöði? Já, ég held það, en ég meina það aldrei að vita. Maður veit það ekki, það ekki hægt að segja það núna. Nei, ég held, ég hef engar áhyggjur af ÍR þú þeir færi niður. Nei. Ég ekki nokkar áhyggjur, sko. Þetta er ungt lið. Við máum ekki gleyma því, þeir eru bikarmeistarar hérna í 3. flokki með fullt á góðum strákum. Sem er að spila. Máum ekki gleyma því, þeir eru að fá fullt af reynslu og það sem ÍR þarf bara að gera það er að tryggja það að umhverfið verði í lagi. Að leikmenn segi við sjálfan sig bæði sem einstaklingur og hópur, það er ekkert að því að vera áfram ÍR. Við tökum það bara sem íringar á okkur að við fjallum deild. Við sem lið mætum bara aftur í fyrstu deildina, vinnum hann og förum upp. Menn eiga bara að horfast blákalt að okkur, menn eiga bara að vera svolítið fullorðnast og vera kallmenn og segja bara, heyrðu, já, við gerðum aðeins í brækunar, er ekki rétt að við hreinsum sjálfur til og mætum eins og kallmenn. Það er fallega sagan á baku þetta og mesta rómantíkin og við verðum að sjá hvort út endi svo fallegu bandarísk bíómynd. Já, hún endar náttúrulega aldrei nema að sé eftir tilbúin í það. Þá er það ekkert bara leikmenn heldur sko, það er alltaf, eins og þú segir, verður ekki að fara að kroppa í leikmenn, en það má ekki gleyma því að það er öll umgjörðin. Það eru áhorfendur, það eru stjórnarmenn, það eru allir. Þetta gerist bara ekkert inn á vellinum. Menn verða að trúa því að þetta sé hægt og ég meina við getum bara hort á liðið svo stjörnuna núna sem er að sanna sig í fyrstdeildinni og ég held að það er bara engin skömm að því að fara 1 ár eða 2 niður í fyrstu deild. Það snýst ekki það er bara hvað þú vilt gera. Sko þeir voru að ÍR-ingarnir voru svona lengi vel undanfarið í keppni við FH. FH var bara í þeim stalli að lengi vel að þeir getu tekið þetta sæti. Já. Þeir voru í svipum dæmi sko, hvað var það svona þess að, þú veist, að fá svona rytma í þetta. Svo þegar ágúst kemur þarna, þá bara allt í einu. Þeir eru komin upp í 7. sætið. Já, smellur þetta. Já, og eru bara í góðum séns að ná sér í heimaleikjanett. Já, þeir ná að kalla fram þetta element sem vantaði hjá þeim. Ég meina, og þetta er bara kunst, þetta er erfitt að finna það þegar menn eru í... Ágúst náttúrulega frábær í sinni endurkomu en það má ekki, mér finnst kannski svolítið og svona taka hann einn út úr þessu. Nei, það er kannski bara þetta einhvern veginn skapaði þennan rytma eða flæði bara fá eitt nýtt púsl, skilurðu? Að það einhvern veginn bara, þetta small. Hvernig sjáu þið FH bara reiða af í framhaldinu? Stórt spurt. Það er náttúrulega spurning hvað gerist með Ásbjörn, nú er hann fer hann meiddur út af og í hvað er hann lengi frá. 3 vikur er sagt. Hann er prímus mótor í sóknarlega. Þá ætti hann á úrslitakeppninni. Já, við skulum vona fyrir þeirra hönd að vera óklár þá, en það er erfitt að detta út á þessu tímapunkti kannski í 3 vikur og mega lítið hreyfa sig, sko, þannig að það getur erfitt fyrir þá, en ég er alveg sammála þér svona að það virtist eitthvað að breytast hjá þeim við að fá nýja línumann sem að dettunir á góða leiki og það svona harmonerar eitthvað saman. Allt búið að ganga opbóðslega vel og vinna leiki og rjúka upp töfluna. Svo kemur bara svona skellur síðustu umferð, móti Gróttu. Skellur, ég veit það ekki. Það er bara hörkuleikur. Það er ekki. Er þetta kannski bara skellur af því að þeir loksins tapa, eða? Já, er það ekki frekar þannig? Þú tapar alltaf leiki, spurning hvernig þið koma inn í næsta leiki, þá kannski getum við fara að tala hvort það hafa einhver áhrif, en ég held að sé ekki það grunnt á þessu, þeir eru búin að stansa það vel, kannski eftir jól. Það sé ekki það grunnt á þessu einn leikur bara sem kannski fer ekkert sérstaklega vel, þetta var kannski ekki hörku leikur, en þetta eru 2 góð lið, Grótta er búin að standa sig mjög vel í deildinni, sko.
Já, ég meina þetta eru í tölfræðilega séð, þetta eru liðin sem eru hérna í sko 5. og 7. sæti og ef þú horfir svo á markatöluna, þeir eru saman í 8. til 9. sæti yfir varnarleikinn og þeir eru í 5. og 7. sæti yfir sóknarleik, þannig þeir eru nánast á pari allstaðar bara þessi tvö lið og svo bara hvað gerist í einu svona leik, ertu að hitta á að það sem mér finnst eina hættumerki sem ég finnst vera hjá FH er það að Einar Rafn sem búin að vera frábæri vetur, hann með svolítið mikið, sko, hann með 27% af þeirra mörkum í vetur. Þetta er rosalega hátt hlutfall. En náttúrulega með vítónum og hraðum þetta. Já, ég segi, þetta er hátt hlutfall að við viljum í flestu tilvíkum vilt ekki að einstakur markaskóri fari mikið yfir 22-23%. Það svona harmoni sem við hafa til þess að hafa réttu framleiði í leikjum, sko. En hann er eini leikmarinn í vetur í hlutfall af skoruðum mörkum sem fyrir upp í þetta 27%. Öðru liðum eru menn í 20, 22, 21. Þetta er svolítið mikið, sko. En hlýtur að vera bara krúsalatrið að Ásbjörn ná að spila bara koma inn í úrslitakeppnina. Það er náttúrulega bara líka spurning svolítið hvernig hann kemur. Hann náttúrulega hefur ekki búin að vera að spila hann í 3-4 vikur. Hann er bara, ég held að hann sé samt það reynslu mikill leikmaður og hann er það bara mikill leiðtogi að hafa hann inn á er betra þegar hann er 70% heldur en að hafa hann ekki inn á. Hann er í toppstandi, þannig að öðru leiti hann ætti að vera fljótur að koma sér tilbaka. Halldór Jóhann, svona í viðtalinu sem við ætlum að heyra, sem við tókum eftir hann, honum var svolítið brugðið, einhvern veginn, svona af þessu. Ég er ekki til þess að. Heyrum að síðan. Já, Halldór Jóhann, með við svona gengilýsins undanfarið, þá hlýtur þetta að vera bara skellur fyrir þig, hvernig liðið spilaði í kvöld? Já, þetta er bara mikill skellur raun og veru að úrslitin alltaf virkilega slæm. Það er eiginlega bara sama hvar við eiginlega tökum niður, sko. Það er ekki margir ljósir punktar en við sem tökum út úr þessu leik. Þannig að þetta eftir að skoða þetta aftur á morgun og en svona ljósi spilamennskunnar síðustu vikna þá er þetta mjög byggt. Eins og þetta horfið við mér, þá fannst mér þetta hrynja svolítið þegar Ásið Freyrir fór meiddur á velli, ertu sammála því? Ég veit það ekki, kannski, ég man ekki á hvað tímapunktið það var í leiknum, ég held að við vissum verið að tapa með 4 mörkum en við náðum heldur það rétta eftir 7 kafla, sko, og förum í 14 tóns, en síðan bara einhvern veginn bara rennur þetta frá okkur. Við gerum alveg ótrúlega mikið af mistökum og ótrúlega mikið af aulamistökum og ótrúlega mikið af mistökum varnarlega líka og þetta var svona mistakaleikur, en það heppnaðist bara ekki neitt í dag og kannski gerist það líka bara, heppnaðist bara ekki neitt. Þið viljið segja við hann að þetta verði allt í lagi? Ég náttúrulega sá ekki leikinn, þannig að hann er svolítið þungur alveg, sko. Já. Svona bröðið. Ég veit ekki hvort að það sé út af tapinu eða hvort að það sé út af Ása, sko. Maður gerir sér ekki alveg grein fyrir því en jú, þetta, hann fær á sig 34 mörk. Hann hlýtur að hundsvektur eftir það, sko. Sem var til Grótta. Við komum aðeins inn á hana áðan. Þeir eru bara svona frílans og bara kannski allir svona eiginlega bara farin að horfa á það bara hvernig þeim reiðir af í úrslitakeppnina á móti þessum stóru liðum. Ég held að sé bara pari við það sem að kannski aðeins rúmlega á pari, sko. Já, hljótur nú að vera það. Já, ég meina, en þeir eru bara með flotta kemistri í liðinu sínu og koma með góðan hóparn inn og bæta við sér markmanni og annað, þannig að þeir hafa eru bara nokkuð góðir, sko. Þeir gætu alveg gert strítt liðunum í þessari úrslitakeppni. Þeir eru ekki að glíma við meiðsli eða einhverja svona vankanta, finnst manni. Þetta er svona Spútnik lið, svona X-faktor lið, sko. Það verður svolítið spennandi að sjá hvernig það vegnar í þessu úrslitakeppni. Maður getur ekki alveg sagt af eða á, sko. Nei, þetta er svona ekkert ósvipuð bara svona og bara svona einhvern veginn svona eiga-stemming í liðinu eða svona eins og IR var í fyrra, svona rosalega mikið á flottum áhorfendum, mikil stuðningur á bak við liðið. Já, mikil stemming, já. Þetta er svona stemmingslið, sko. Mjög gaman að fara út á Nesið og fara á leiki, því það er stuð, það er svolítið gaman hjá þeim. Góðir hamborgarar þarna líka? Já, það sé staður. Við höfum ekki áhyggjur af þeim, afturhending. Þurfum að hafa áhyggjur af þeim, svona 3. sætið,
Það er bara flott maður. Já, er það ekki bara... Ekki bara væntingar. Er það ekki bara vel bara á pari hjá þeim? Já, spot on. Ég held að það sé ekkert, þeir náðu sér náttúrulega í útlendingarna og ég held að... Sem er bara búin að gera helling fyrir það. Já, hann er að gera helling, stundum... Já, mistu náttúrulega útan hérna miðjumannin sinn sem átti að taka við á honum Örn Inga í crossbátamöðl. Já, Elvar. Það munar náttúrulega það og það er kannski þessi útlendingu kannski bara að koma inn í staðinn fyrir það. Þannig það kemur bara á pari. Hann er bæði að leika sem skýtta og gríðarlega öflugur leiktjónandi. Hann er gott auga fyrir spili. Já, þetta sko ef þetta endar svona þá það afturhelding FH. Ef þetta endar eins og taflan er núna. Já, og það verður spennandi að sjá þá viðreik sko, ég meina FH-ingur að þjálfa afturheldingu og þekkir hvernig einasta leikmaður þar inn og út, þannig að það verður svolítið gaman að sjá hvernig menn fara í úrslitakeppnina, hvernig menn ætla að tefla fram sínu liði sko. Já, Ágúst líka var í Mosó og fer til FH, það verður... Já, þetta svolítið svona áhugaverður hluti sem að, ef þetta endar svona. Þar síðustu umferð, við tölum það að IR hefði fallið, í þeirri umferð líka var það klárt að Akureyri myndi verða áfram í deildina bestu. Við erum búin að ræða svolítið mikið Akureyri í þessum þáttum upp og niður. Ég talaði við menn í gær sem að sögðu bara að þeim verður bara sópað út þessar úrslitakeppni bara í fyrstu viðureign. Ég er ekki að kaupa það. Við erum búin að sjá stíganda við erum búin að sjá þeir eru vandir að spila sko 40-45 mínútur góða sótaleik. Það er, ég held að það verður einhver sópað út. Reynda náttúrulega í sko Akureyri fær klárlega sterkasta liði í dag. Ef þetta er svona eins og það verður þá, sem er klárt að þeir fá Hauka. Skiptir einhver málið það hvort þið fáið Hauka eða Val? Það er jafn... Nei, það skiptir sjálf sér einhver máli. Það er jafn erfitt prógram. Þetta eru bara 2 bestu liðin í dag. Eru best þjálfuðustu liðin, eða kannski ekki endilega þjálfuðustu, heldur best, þau eru mest skipulögð. Varnar og sóknarlega. Alveg klárlega. Sko. Og það verður erfitt fyrir þau lið sem þurfa að mæta þeim. Sko. Þú þarft að koma með X-faktorinn inn í það er eitthvað að smetla. Það er eitthvað að smetla þessum liðum til þess að ná að klára þau. En einhvern síður bara gott hjá Akureyri að vera bara að hafa bara sloppið við fall. Já, ég meina þeir vinna 8 leiki meðan ég er að vinna 7 svo staðan er núna, ég meina það gat verið alveg hvort liðið sem var sko, ég meina það er ekkert sem að það bara munar talsast á getu bara á þessu neðri hluta á hinnum. Kannski reynslu líka. Ja, kannski reynslan. Við erum kannski að ná að kroppa stig þegar að ég kannski voru að tapa þeim, veit það ekki. Strákar, ég ætla að þakka ykkur fyrir ykkar framlagið þáttinn. Við erum löngu farnir yfir á tíma. Við heyrumst nú sjálfsagt aftur þegar nær dregur úrslitakeppni eða þegar hún er byrjuð. Takk sömuleiðis. Takk fyrir okkur. Takk.